Fjármálaráðherra segir að þingið verði að veita þeim ríkisstofnunum sem hunsa fjárheimildir aðhald. Hann býst við viðbrögðum af hálfu heilbrigðisráðuneytisins vegna rekstrarhalla Landspítalans. Búið að setja 3 dómara tímabundið í Landsrétt. 2 af 4 dómurum sem ekki hafa dæmt eftir dóm Mannréttindadómstólsins hafa óskað eftir launuðu leyfi. Vesturverk hefur ekki áhyggjur af steingervingum sem Náttúrufræðistofnun hefur kortlagt á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar. Þurfi að hnika til vegslóðum verði það gert. Lögmaður skuldabréfaeigenda WOW segir að Deloitte gefi til kynna í skýrslu sinni WOW að skuldabréfaútboð WOW í fyrra hefði aldrei átt að fara fram. Að vera hinsegin glæpur í yfir 70 löndum og í 12 þeirra eru þyngstu viðurlög dauðarefsing. Allt að 100.000 manns fögnuðu hinseginleikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Komið sæl. Fjármálaráðherra segir það algjörlega á skjön við lög hunsi ríkisstofnanir fjárheimildir sem þeim úthlutað. Ráðast verður í miklar skipulagsbreytingar á Landspítala á næstu misserum, meðal annars til að rétta úr rekstri. Breytingar á skipulagi Landspítala voru kynntar yfirlæknum og stjórnendum fyrir helgi. Fækka á framkvæmdastjórum helming og jafnframt á að fækka sviðum spítalans. Samkvæmt drögum að nýju skipuriti stefnt að því að 3 nýjir framkvæmdastjórar hefji störf 1. október. Mikill halli hefur verið á rekstrinum og nýtt skipurit tilraun til að rétta úr honum. Spítalinn segir endanlegar tölur ekki liggja fyrir og heilbrigðisráðherra hefur ekki viljað veita viðtal vegna rekstrarhallans. Spurður að því hvort grípa þurfi til aðgerða vegna þessa, segir fjármálaráðherra að máli sé á borði heilbrigðisráðherra. En þetta sýni enn og aftur mikilvægi þess að ríkisstofnanir haldi sig innan fjárheimilda. Lögin gera ráð fyrir því að ríkisstofnanir sem ekki geta haldið sig innan fjárheimilda á árinu, þær eigi að gera viðkomandi ráðherra grein fyrir því og þá eigi að hefja samtal þær aðgerðir sem gripið verður til og ég treysti því að í þessu tilviki hafi málið farið í þann farveg. Bjarni segir það alvarlegt ef fjárheimildir eru hunsaðar. Sömuleiðis þess að vænta að þingið veiti svona málum aðhald og við þurfum að tryggja að fjárlög haldi, að menn komast ekki upp með það í einstaka tilvikum að hunsa þær fjárheimildir sem þeim hefur verið úthlutað af þinginu vegna þess að það skapar afar slæmt fordæmi fyrir kerfið í heild sinni og algjörlega á skjön við lög. Hins vegar geta forsendur brostið eða þær breyst og þá þurfum við að horfast í augu við það. Vesturverk sem reisir Hvalárvirkjun á Ströndum hnikar til vegslóðum ef þess þarf vegna nýfundinna steingervinga. Fyrirtækið frestar vegabótum á jörðinni Seljanesi og byrjar í Ófeigsfirði. Vesturverk hefur unnið að vegagerð í Ingólfsfirði undanfarið og mætt nokkura andstöðu minnihluta eigenda jarðarinnar Seljanes. Til þess að komast að ósum Hvalár sem á að virkja þarf að aka landleiðin Ingólfsfjörð fyrir Seljanes og inn í Ófeigsfjörð. Við ætluðum að færa vinnuvélarnar okkar yfir í Ófeigsfjörð fyrir helgi en eigum ennþá ólokið nokkrum þáttum í Ingólfsfirði og hefjumst handa í Ófeigsfirði eftir helgina einhvern tímann. Svo kemur röðin að Seljanesi og ég get ekki alveg sagt til hvað eru margir dagar í það. Sérfræðingar hjá Náttúrufræðistofnun könnuðu fyrir viku steingervinga sem stofnunum var sagt frá að væru á framkvæmdasvæði Hvalárvirkjunar og birtu skýrslu í gær. Þetta eru holur í berglögum í Ófeigsfjarðarheiði sem eru eftir trjáboli í skógi sem þarna var fyrir 10 milljónum ára. Ekki munu hafa fundist svo margar trjáholur áður á svo litlu svæði hér á landi. Þetta er á sama svæði og fara þarf við virkjanaframkvæmdirnar. Þessir steingervingar sem eru þarna á Ófeigsfjarðarheiðinni, eru þeir þá ekki á þessu vegsvæði sem að þið hyggist leggja vinnuveg? Allavega virðist það ekki vera í fljótu bragði. Okkur sýnist að það verði þá hægt að sneiða hjá því ef svo ber undir. Þannig að við höfum ekki stórar áhyggjur af þessu. Ef það finnast steingervingar akkurat í þeim vegslóða sem við hyggjumst leggja þá skoðum við það bara að hnika þeim til í samráði við okkar ráðgjafa hjá Verkís og landslagsarkitekta. Búið að setja 3 dómara við Landsrétt tímabundið. 2 landsréttardómarar hafa óskað eftir launuðu leyfi til áramóta. Ófremdarástand var yfirvofandi við Landsrétt.
Mál hafa hlaðist upp því 4 dómarar ákveða sinna ekki dómstörfum eftir að Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi að lög hefðu verið brotin þegar þáverandi dómsmálaráðherra vék frá tillögu hæfnisnefndar við skipan þeirra. Einn þeirra, Jón Finnbjörnsson, óskaði í byrjun júlí eftir launuðu leyfi. Nú hefur Ásmundur Helgason gert slíkt hið sama. Ekki hægt að setja dómara fyrir Arnfríði Einarsdóttur og Ragnheiði Bragadóttur því þær hafa ekki óskað eftir launuðu leyfi. 3 dómarar hafa því verið settir tímabundið, þar af einn fyrir dómara sem fer í námsleyfi. Meirihluti eiginfjár WOW var myndað með furðulegum skuldbreytingum milli þess og móðurfélagsins Titans en ekki með raunverulegum peningum. Þetta segir lögmaður skuldabréfaeiganda skýrslu Deloitte á fjárhagsástandi WOW. Á fyrsta skiptafundi WOW í gær var meðal annars lögð fram samantekt úr skýrslu sem Deloitte vann fyrir þrotabúið. Þar kemur fram meðal annars að flugfélagið hafi ekki verið gjaldfært mitt síðasta áriða fyrir. Það var áður en farið var í skuldabréfaútboð sem lauk miðjan september og safnað var 50 milljónum evra. WOW skuldaði sumum þeirra sem keyptu skuldabréf í útboðinu. Hluti fjárins sem fékkst svo í útboðinu fór í að greiða þessar skuldir. Skiptastjórarnir að athuga hvort tilefni sé til að rifta þeim. Hinir sem tóku þátt í útboðinu hafa tapað férnu. Guðmundur Ingvi Sigurðsson, lögmaður þeirra, segir þá ætla að fara yfir Deloitte skýrsluna eftir helgi. Það sem Deloitte kannski gefið til kynna í þessu það að skuldabréfaútboðið hefði aldrei átt að fara fram. Það var búið að ráðstafa hluta fjármunum fyrirfram og eru svona í að því að þessi lágmarksfjárhæð hafi í raun ekki verið náð og því hafi skuldabréfaútboðið aldrei átt að verða að veruleika. Hann segir að hjá Deloitte komið fram að vanskil hafi verið meiri en komið hafi fram í fjárfestakynningum fyrir útboðið og því hafi skuldabréfaeigendur ekki vitað þau. Þeir segja bara meirihluti af eigið fé WOW hafi verið myndað með einhverjum skuldbreytingum á einhverjum furðulegum kröfum milli Titans og WOW en ekki hafi verið byggt upp með peningum. En raunin svo að félagi var í raun komið á fótum fram bara í nóvember-desember og það í rauninni sýnir skuldabréfaeigendum svart og hvítu að þessi peningar voru ekki nægjanlegir. Stjórnvöld á Indlandi afléttu í dag hluta fjarskipta og útgöngubanns sem hefur verið í gildi í indverska hluta Kashmir héraðs í næstum hálfan mánuð. Enn að mestu lokað fyrir net- og farsímasamband og íbúar í Kashmir segja að skortur sé þar á matvælum. 17 af tæplega 100 landlínum voru opnaðar í dag og sumir íbúar því komnir aftur í símasamband eftir erfiðar tæpar 2 vikur án nokkurs sambands við umheiminn. Það var opnað fyrir farsímanet í hluta Jammu-svæðis þar sem hindúar í meirihluta en net- og farsímasamband liggur enn að mestu niðri. ये मोबाइल है ये बंद पड़ा है कुछ नहीं है यहाँ सारा खराब हो गया है यहाँ एवरीथिंग पैरालाइज है इन कश्मीर एवरीथिंग इज पैरालाइज सब बैठा हुआ है घरों से कोई नहीं निकलता है ये गाड़ियां माड़ियां मजबूर है बीमार है कोई ये है Sambandsleysið hefur gert það að verkum að erfitt hefur verið að flytja fréttir af ástandinu. Þeir íbúar sem fjölmiðlar hafa nú náð tali af segja það afar slæmt. Fólki hafi verið meinað að fara út úr húsi og skortur sé á matvælum. Stjórnvöld lofuðu því í dag að símasamband yrði komið á allt hérað á morgun og starfsemi skóla og opinberra stofnana kæmist í samthorf á mánudag. 5. ágúst samþykkti indverska þingið að svipta bæði héraðið sjálfstjórn og íbúa þess sérstökum réttindum, til dæmis einkarétti á að eiga land í héraðinu. Meirihluti íbúa þar eru múslimar og margir óttast nú að indversk stjórnvöld ætli með þessu að fjölga hindúum í héraðinu. Kashmir var skipt á milli Indlands og Pakistan árið 1948. Það hefur síðan þá verið bitbein ríkjanna og hópar fólks hafa krafist sjálfstæðis eða sameiningar við Pakistan. Borgarstjóri segir eftirsjá að veitingastöðum og verslunum sem hefur verið lokað undanfarnar vikur í miðborg Reykjavíkur. Eigandi ostabúðurinnar sem skellti í lás í síðustu viku sagði í kvöldfréttum í gær að það væri tilgangslaust að halda áfram rekstri í svo erfiðu rekstrarumhverfi. 59 verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir í miðborginni síðasta 1,5 árið. Öll miðborgin hefur verið að stækka, eflast og fyrirtækjum að fjölga. Í svona breytingum að þá brakar svolítið í. Framkvæmdir geta verið erfiðar á einstökum stöðum og það ekkert launungamál að margir rekstraraðilar finna bæði fyrir hækkun á launakostnaði, tryggingagjaldið ennþá hátt, fasteignaverðið hefur verið að hækka hérna vegna þess að húsnæðið svo eftirsótt. Á seinni hluta þessa kjörtímabils munum við lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði
þar sem að fjölmargir veitingastæðir og verslanir hafa þurft að loka. Hafið eitthvað að rætta að flýta þeim aðgerðum? Það var ekki markviss aðgerð vegna þessa, eins og ég segi, þá veitingastöðum að fjölga miklu meira heldur en þeim að fækka. Við sjáum þvert á móti að það vera að berjast rýmin. Uppbyggilegur rafíþróttaskóli og hugbúnaður sem á að stytta biðtíma hjá læknum meðal þeirra hugmynda sem voru kynntar á fjárfestadegi Startup Reykjavík í gær. Fyrirtækin kynntu hugmyndir sínar fyrir fullum sal í Arion banka í gær. Rafíþróttaskólinn eitt þeirra. Þeir koma brosandi út úr hverjum einasta tíma og það alveg ótrúlega fallegt að sjá einstaklinga sem að glíma kannski við einhverju vandamál eins og eru á einhverju rófinu eða annað, virkilega finna sig í félagslegum aðstæðum, eignast vini sem að ná út fyrir þetta umhverfi, sem spila með reglulega og ná einhverjum almennum tengingum inn í sitt líf í gegnum það sem skiptir þau svo miklu máli, þetta áhugamál sem tölvuleikir. Þeir þurfi ekkert alltaf að vera svona ókveikjandi. Og Proensi hugbúnaður til að meta og bæta andlega heilsu starfsfólk fyrirtækja með sálfræðilegum prófum. Þegar ég var að vinna sem sálfræðingur hjá lögreglunni, þá kviknaði þessi hugmynd hjá mér. Það sem ég sá að kulnun og andleg geðheilsa var náttúrulega bara mjög mikilvæg í starfi og hafði mikil áhrif á frammistöðu náttúrulega lögreglumanna. Og ég sá að það var mikil þörf á því að gefa starfsfólki í rauninni hjálpartæki til þess að koma í veg fyrir að kulnun myndi ýta fólki úr starfi. Whisperer ætlað heilbrigðisstofnunum til að stytta þann tíma sem læknar þurfa að nota í skriffinnsku. Það geti stytt biðtíma, minnkað líkur á læknamistökum og aukið þjónustu. Bara form sem læknar nota, eða hugsa bara svipa eins og flugmenn sem að fara að taka á loft, þá þurfa að fylla út ákveðin checklista. Við erum að byggja hugmyndina okkur upp á mjög svipuðu formi. Læknar fylla út ákveðin checklista sjúklingarna sína og það býr til söguna í dag sem svo tímafrek að gera. Loftslagsáhrif byggingageirans á Íslandi hafa ekkert verið kortlögð, þetta segir framkvæmdastjóri Grænnar byggðar. Ekkert minnst á nýbyggingar í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Sérfræðingar telja hægt að minnka vistspor steypu 20%, jafnvel alltaf 70% með því að minnka sementsinihald hennar. Steypa og önnur sementsbundin efni eru ábyrg fyrir 5–8% losunar gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu, en þegar horft á byggingariðnaðinn í heild eru áhrifin meiri. Byggingariðnaðurinn hefur verið lítið kortlagður varðandi loftslagsáhrif, hann hefur verið lítið kortlagður varðandi bara umhverfisáhrif almennt, þannig að við viljum sjá miklu meiri skýrari stefnu og kortlagningu af byggingariðnaðinum af hans áhrifum á umhverfið á Íslandi. Af því hvar við byggjum og hvernig við byggjum, þetta hefur allt mikil áhrif. Þannig að núna hefur hann verið svolítið jaðarsettur innar, milli margra ráðuneyta og svolítið stefnuleysi í rauninni ríkjandi. Kolefnisspor bygginga á Íslandi minna en víðast hvar í Evrópu. Þar megin hluti losunarinnar til kominn vegna orkunýtingar hússins á líftíma þess og því mikilvægast að huga einangrun, lýsingu og þess háttar. Hér á Íslandi hrein orka og því það sem vegur þyngst þegar kemur að kolefnisspori, framkvæmdir sjálf og efnið sem notað. Í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum ekkert minnst á byggingaiðnaðinn nema í tengslum við losun stórvirkra vinnuvéla. Umhverfisstofnun segir erfitt að segja til heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá byggingariðnaði þar sem hún falli í marga undirflokka. Losun vegna steypu ekki færð til bókar hér því sementið innflutt og skuldbindingar Íslands ná bara til losunar sem verður hér. Í fyrra jafngildi mengun vegna framleiðslu þeirra 215.000 tonna af sementi sem flutt voru hingað helmingi allrar mengunar vegna úrgangs á Íslandi. Þá flutningurinn undanskilinn. Skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu segir að aðgerðaáætlun stjórnvalda snúi fyrst og fremst að því að minnka mengun sem Ísland ber ábyrgð á. Stjórnvöld séu þó tilbúin að skoða aðgerðir sem ekki heyra undir bókhaldið og í byggingageiranum séu ákveðin tækifæri. Að vera hinsegin varðar við lög yfir 70 löndum og sums staðar eru þyngstu viðurlögin dauðarefsingar. Samkynhneigða hjónabönd eru enn ólögleg í tæplega 90 löndum aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Ísland þykir standa framarlega á heimsvísu þegar kemur að réttindum hinsegin fólks. Það hins vegar enn langt í land með að hinsegin fólk njóti sömu réttinda og annað fólk í stórum hluta heimsins. En ólöglegt að vera hinsegin í yfir 70 ríkjum í heiminum. Langflest þeirra í 2 stærstu heimsálfunum, Afríku og Asíu. Í 12 þessara ríkja heimilt fyrir því í lögum að beita dauðarefsingu sé fólk sakfellt fyrir það að vera hinsegin.
Frá aldamótum hefur fjöldi ríkja, þar á meðal Ísland, lögleitt samkynja hjónabönd. Á heildina litið hafa þó aðeins 13% aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna leyft fólki af sama kyni að ganga í hjónaband. Það eru alls 26 ríki, flest þeirra í Evrópu. Suður-Afríka er eina landið í Afríku sem leyfir samkynja hjónabönd og í allri Asíu, fjölmennustu heimsálfunni, var Taívan fyrst til þess að lögleiða samkynja hjónabönd fyrr á þessu ári. Og meira baráttu hinsegin fólks en hinsegin dagar. Hér á landi náði hámark í dag með gleðigöngunni. Dagurinn táknar uppskeru og áframhaldandi baráttu að mati formanns hinsegin daga. Aldrei hafa fleiri tekið þátt í gleðigöngunni hápunkti hinsegin daga. 40 atriði voru skráð sem voru hver öðru fjölbreyttari. Að venju var mikið dýrðir, gleði og glaum. Gengið var í fyrsta skipti frá Hallgrímskirkju, niður Skólavörðustíg, Suðurlækjargötu og Fríkirkjuveg að Hljómskálagarðinum. Homar, lesbíur, tvíkynhneigðir, pankynhneigðir, trans og intersex fólk koma saman í gleðigöngunni og berjast fyrir réttindum sínum, ásamt fjölskyldum sínum og vinum með þetta. Já, Gunnlaugur, er þetta metfjöldi í ár? Þetta er gríðarlega mikill fjöldi í ár. Það hafa aldrei verið fleiri atriði skráð til þátttöku í gleðigöngunni og gönguleiðin aldrei verið lengri, þannig að við erum að slá hvert metið á fætur öðru hérna í dag. Hvernig hefur þetta gengið? Gríðarlega vel. Síðustu dagar hafa verið virkilega ánægjulegir, fjölbreyttir, litríkir og skemmtilegir og undirbúningurinn fyrir þennan dag gengið vel. Þannig að í dag erum við bara að uppskera og gleðjast og auðvitað halda áfram að berjast. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að það sé erfitt að áætla fjölda áhorfenda en reiknaði með að 80 til 100.000 hafi tekið þátt í göngunni í ár. Hvað er svona skemmtilegast við hinsegin dag? Það er svo mikið tónlist og svona stóra sprengjur. Hvað finnst þér skemmtilegast? Að hitta Pál Óskar. Mér finnst það skemmtilegt, það er svo hávært og gaman og svo litríkir og uppáhaldsliturinn minn er fjólublá. Mér finnst það svo skemmtilegt að sé akkurat fjólublár í fánanum. Að venju rak Páll Óskar Hjálmtýsson poppgóð lestina. Hann sveif í gegnum miðbæinn á stóru fiðrildi við mikinn fögnuð viðstaddra. Í Hljómskálagarðinum voru útitónleikar þar sem Páll Óskar og Hatari komu fram meðal annarra. Félagið Trans Ísland hafði áhyggjur af bleikþvætti, að fyrirtæki væri að nota hinsegin daga í auglýsingaskyni en styðji ekki baráttu hinsegin fólks í verki. Við erum kannski ekki komin á sama stað og mörgum stöðum erlendis og þess vegna vildum við nýta tækifærið hjá Trans Ísland til að vekja athygli á þessu og eiga samtalið áður en að við erum komin á langt. Í ár er 20 ára afmæli hinsegin daga. Skipuleggjendur voru ánægðir með hvernig til tókst. Já, og gleðin heldur áfram því hér í Austurbæ verður svokallað hinsegin ball í kvöld og það er einn maður mættur og það er engin annar en Páll Óskar. Mættur í vinnuna, húsið var 8:10 þannig að ég þarf að byrja að undirbúa og skreyta. Svona lítur Austurbær út núna, þetta hét einu svona Austurbæbíó, þannig að það er búið að taka út bláu sætin og breytist í 1000 manna dansstað. Og hér verður fyrsti svona almenni dansleikurinn í kvöld, hinsegin dansleikurinn. Þú hefur verið loka hnykkurinn á gleðigöngunni síðastliðin ár en það verður breyting þar á næsta ár, ekki satt? Ég er alveg sáttur við þá hugmynd að því á næsta ári þá verður gleðigangan 20 ára og ég er alveg sáttur við þá hugmynd að gera þetta fallega á næsta ári og síðan taka ofan hattinn, hafandi þá gert þetta í 20 ár. Þannig að þetta er dýrt, þetta er grasrótarganga, við leyfum ekki auglýsingar í gönguna sjálfa og það er það sem gerir hana svo fallega. Ég hef alltaf reynt að láta þetta ball, þennan dansleik, þetta er það sem ég vinn við. Ég hef alltaf reynt að láta dansleikin borga upp trukkinn og það hefur aldrei gerst. Ég hef alltaf verið í mínus. Og það gengur ekkert endalaust. Þannig að ég þarf að viðurkenna það að ég þarf hjálp og ef svo hjálp berst ekki, þá verð ég aðeins að fara að draga saman seglin. En er þetta ekki þess virði samt?
á endanum þetta þess virði vegna þess að maður finnur síðan fyrir því að maður kannski að hjálpa fólki þarna úti á þess að vita af því. Þannig að til hamingju með daginn, hinsegin fólk, hommar, lesbíur, tvíkynhneigðir, pan, BDSM fólkið, transfólkið, intersex fólkið, kynsegin fólkið, queer fólkið og líka fólkið, Íslendingarnir sem eru þarna úti, sem eru ennþá inn í skapnum að burðast með kynhneigðina eða burðast með kynvitundina á bakinu. Þetta er líka dagurinn ykkar. Við erum líka að gera þetta fyrir ykkur til þess að vonandi gefa ykkur von og innblástur til þess að koma út. Vegna þess að þetta er gott. Ég lifi mjög góðu lífi. Þið þurfum ekki að vera einhverjum palliatorgalla, þú veist. Þið þurfum ekki að apa það eftir. En allavega að lifa í sátt og samlyndi með ykkur sjálfum. Til þess erum við að gera þetta. Og með þessum orðum þá látum við sér lokið hérna af Austurbæ. Takk fyrir það, Hólmfríður í Austurbæ og Páll Óskar. En þá ætlum við að líta til veðurs. Það hefur verið vindarsamt. Já, búið að vera svolítið vindarsamt núna undanfarinn sólarhring og verður það eitthvað áfram. Það eru víða gular viðvaranir og ekki bara vindaviðvörun, heldur einnig úrkomuviðvörun hann fyrir austan. Það er að koma svona úrkomubakki inn eins og sjáum á kortinu hérna í kvöld og búist við talsverðir af mikill úrkomu þar, svona suður af Langanesi og norðan til á Austfjörðum. En síðan datt út þessar gulu vindaviðvörunir allavega hérna á Faxaflónum og Austfjörðum, en áfram svolítið slæmt veður fyrir austan og svo þegar líður á morgundag þá dregur úr þessu úrkomunni og vind á morgun. Þannig að skaplegt á svona seinni partinn en svalt fyrir norðan verður það. Þú fer betur yfir þetta í veðurfréttatímanum sem verður hérna á eftir. En þá ætlum við að skoða hvað ber hæst í íþróttafréttum í kvöld en það er Einar Örn Jónsson sem sér þær. Karlalandsliðið í körfubolta bauð upp á veislu gegn Portúgal í undankeppni EM 2021 í dag. Hringurinn var stór þannig að ég skaut bara kannski sem ég fekk boltan. Áspenna var í Laugardalnum þegar Selfoss og KR leiddu saman hesta sína í úrslitaleik bikarkeppni kvenna í fótbolta. Og Liverpool og Arsenal eru með fullt úr stiga í enska boltanum. Mörg stórliða Evrópu fóru illa af stað í sínum deildum helgina. Já, og þá er ekkert annað eftir en að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjármálaráðherra segir þingið verða að veita þeim ríkisstofnunum sem hunsa fjárheimildir aðhald. Hann býst við viðbrögðum af hálfu heilbrigðisráðuneytisins vegna rekstrarhalla Landspítalans. Búið er að setja 3 dómara tímabundið í Landsrétt. 2 af 4 dómurum sem ekki hafa dæmt eftir Mannréttindadómstólsins hafa óskað eftir launuðu leyfi. Vesturverk hefur ekki áhyggjur af steingervingum sem Náttúrufræðistofnun hefur kortlagt á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar. Þurfi að hnika til vegslóðum verði það gert. Lögmaður skuldabréfaeigenda segir að Deloitte gefi til kynna í skýrslu sinni að skuldabréfaútboð WOW í fyrra hefði aldrei átt að fara fram. Að vera hinsegin er glæpur í yfir 70 löndum og í 12 þeirra eru þyngstu viðurlög dauðarefsing. Alltaf 100.000 manns fögnuðu hinseginleikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Þessu fréttatíma er lokið og næstu fréttir verða lesnar fyrir ykkur í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar ruv.is ávallt uppfærður allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott í bili, við erum hérna aftur annað kvöld, það er gott að vera sæl.